Góðan dag. Ég heiti Birna Þórisdóttir, er næringarfræðingur og starfa við fræðslu og forvarnir hjá Krabbameinsfélaginu og það er virkilega gaman að fá í dag að flytja ykkur fyrirlestur bólguhemjandi mataræði sem ég hélt fyrst fyrir ári síðan í ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins og hef síðan haft að takteinum og haldið hér og þar og nú í bleikum október 2020. Ef maður googlar food and inflammation eða jafnvel á íslensku bólgur og mataræði, þá kemur upp ógrynni niðurstaðna og manni getur hreinlega fallist hendur. Og bara hvernig í ósköpunum á maður að komast í gegnum þetta, á hverju er hægt að taka mark og á hverju ekki. Þannig að ég ætla aðeins í dag að reyna að einfalda málin fyrir ykkur og gefa ykkur aðeins innsýn í næringarfræðina í leiðinni. Hérna sjáið þið tengsl á milli mataræðis, langvinnra bólgna í líkamanum og svo krabbameins eða annarra sjúkdóma og kvilla. Mataræði og bólgur vitum við að tengjast. Mataræði hefur áhrif á ýmsa ferla sem taka þátt í bólgunni, getur annars vegar truflað bólguferlið og þannig verið verndandi fyrir bólgum og getur hins vegar valdið oxunarálagi, breyttum frumuefnaskiptum og því líku og þannig verið bólgumyndandi. Bólgur eru svo mældar með bólgugildum sem við ætlum ekkert meira að fjalla og við vitum það að langvinnar bólgur í líkamanum, ég er ekki að tala ef maður snýr sig á ökkla og er bólgin í nokkra daga, en langvarandi yfir vikur og mánuði og ár bólgur í líkamanum geta valdið óstöðugleika í erfðaefni og ýtt undir stökkbreytingar, ýtt undir æxlisvöxt ef eitthvað hefur myndast, gert æxlinu auðveldara fyrir að vaxa og mynda æðar og fleira sem krabbamein þarf til þess að stækka og dreifa sig og þannig getur þetta tengst krabbameinum. Og ég ætla ekki að fara þá leið að fara að tala líkópen og beta-kryptoxantin og fleiri slík efni. Heldur ætla ég að reyna að flytja ykkur þetta á mannamáli og byggja svolítið mikið á greininni hennar Dórótu Bird sem bjó til með flóknum bæði næringarfræði og útreikni aðferðum ákveðin lífsstíl má kannski segja sem tengist minni bólgum í líkamanum. Og þessi lífsstíll sem kom út úr hennar rannsóknum er ekkert kannski svo ólíkur má segja því sem ráðlagt er til þess að minnka líkur á krabbameinum eins og þið sjáið þarna á myndinni, efri myndinni hægra megin og svo bara almennt því sem mælt er með að borða til þess að líkaminn fái nauðsynleg næringarefni, stuðla að góðri heilsu og vellíðan, minnka líkur á ýmsum langvinnum sjúkdómum, ekki bara krabbameinum, heldur öðrum líka, og halda heilsusamlegri þyngd og það er eins og þarna ráðleggingarnar hægra megin neðri, sem eru ráðleggingar embættis landlæknis. Og ég set svolítið þessa þætti sem tengjast meira eða minni bólgum í samhengi við til dæmis ráðleggingar landlæknis því að þær eru aðgengilegar á íslensku og kannski margir þekkja þær. Það er ekkert allir sem geta fylgt ráðleggingum mataræði sem henta kannski þorrafólk sem alls ekki öllum og þess vegna langaði mig bara til þess að nýta tækifærið og benda á það að á síðu Krabbameinsfélagsins, krabb.is, bjargráð tengt næringu við algengum fylgikvillum krabbameina. Og þetta eru svo sem algengir fylgikvillar ýmissa sjúkdóma og þarna má sjá til dæmis bjargráð við ógleði, að borða oft en lítið í einu og alls konar annað mat sem vert að prófa og þess aftur. Þannig að ég bara bendi á þetta ef einhver er að kljást við eitthvað slíkt. En að öðru leyti geta þessi ráð sem núna koma alveg hentað bæði fólki sem ekki hefur neina sögu krabbamein og líka fólki sem hefur fengið krabbamein nema það sé eitthvað sérstakt
sem fólk veit af að þurfi að forðast eða leggja sérstaka áherslu á. En greinin tók til ýmsa þætti sem eru bólguhemjandi, sem má sjá þarna kannski á efri 2 myndunum, og líka ýmsa þætti sem voru bólgumyndandi eða sem sagt ýttu undir bólgur, eins og sjá má þarna á myndunum fyrir neðan. En nú ætla ég aðeins að fara í hvern og einn þátt og vonandi bara inspirar ykkur til þess að borða hollt og fjölbreytt í kvöld og allavega áfram. En það sem kom sterkast kannski út sem bólguhemjandi matvæli voru tómatar. Ferskir tómatar, tómatsafi, en líka tómatsósa, pitsusósa, salsasósa og aðrar slíkar tómatvörur. Það þarf þó að hafa í huga að ýmsar slíkar sósur innihalda mikinn sykur og kannski einhver önnur rótvarnarefni og innihaldsefni. Þannig að auðvitað ætti að borða slíkar vörur í hófi, en tómatar eru einmitt stútfullir af líkópeni, efninu þarna sem ég sagðist alls ekki ætla að nefna af glærunni áðan, en það er akkúrat í gegnum auðvitað innihaldsefni matvarana sem þessi bólguhemjandi áhrif koma fram. Og þessi bólguhemjandi efni í matvælum eru oft litarefni, þannig að það sem kom út í greininni hjá henni Dóróteu og reyndar í mörgum öðrum svona greinum af svipuðum toga eru þessi litskrúðugu ávextir og grænmeti. Þannig að hérna eru tómatar, svo er líka nefnt epli og ber. Þetta eru matvörur sem eru stútfullar af andóxunrefnum og fleiri góðum jurtaefnum. Gulir og appelsínugulir ávextir og grænmeti. Þar eru önnur efni sem líka eru bólguhemjandi. Dökkgrænt grænmeti og alls konar kál og salat, til dæmis eins og þið sjáið á myndinni, grænkál, spínat, salatblöð, brokkoli, rósakál, hvítkál, blómkál, steinselja og svo framvegis. Annað grænmeti og ávextir, og þetta Eat a Rainbow a Day á alveg vel við þegar við erum að tala um bólguhemjandi áhrif matarins. Borða fjölbreytt, litríkt og bara sem mest. Auðvitað eru ávextir ríkir af sykri, þannig að það ætti kannski að leggja áherslu frekar á að borða mikið af grænmeti heldur en að borða rosalega marga ávexti, en þetta þarf auðvitað hver og einn að finna svolítið fyrir sig hvað hentar. Annað sem líka er bólguhemjandi eru hnetur, alls konar hnetur, baunir, ertur og linsubaunir, kaffi og te og eins og þið sjáið þarna á kaffimyndinni, mjólk kemur líka út sem bólguhemjandi. Og mjólk er mikið rannsökuð í tengslum við krabbamein. Og það sem hefur sést í stórum og góðum rannsóknum hjá til dæmis World Cancer Research Fund og American Institute of Cancer Research, stórar rannsóknarstofnanir á sviði krabbameina í heiminum, er að það er svona frekar strong evidence, frekar sterkar vísbendingar um það að neysla á mjólkurvörum minnki líkur á krabbameini í ristli og endaþarmi. Svo eru svona veikari vísbendingar en þó einhverjar vísbendingar að neysla á mjólkurvörum gæti minnkað líkur á brjóstakrabbameini, greint fyrir tíðahvörf og mögulega líka eftir tíðahvörf. En svo eru svona takmarkaðar vísbendingar fyrir því að neysla á mjólkurvörum gæti aukið líkur á blöðruhálskirtilskrabbameini. Og hvað gerir maður þegar þetta er svona í raun og veru sitt hvora áttina eins og þarna? Krabbameinsrannsóknarstofnanir og reyndar líka bara eins og landlæknisembættið hafa farið þá leið að segja að hófleg mjólkurneysla geti verið hluti af fjölbreyttu mataræði og þá sé æskilegt að velja fituminni, ósykraðar eða lítið sykraðar mjólkurvörur án sætuefna, en það sé líka allt í lagi að sleppa mjólkurvörum. Og þetta þurfi bara hver og einn svolítið að gera upp við sjálfan sig. Mjólk og mjólkurvörur innihalda mikilvæg næringarefni, til dæmis kalk og joð,
Þannig ef maður sleppir þessum vörum þá þarf að huga að því að fá samt kalk og jóð annars staðar frá og þannig tók ég bara dæmi af öðrum kalkgjöfum og það til dæmis jurtamjólk með viðbættu kalki, alls konar haframjólk, sojamjólk, hrísmjólk og mandlumjólk og fleira, en það þarf að kíkja á umbúðirnar að þetta sé raunverulega með viðbættu kalki því það er alveg líka til án kalks. Morgunkorn sumt er með viðbættu kalki, aprikósur og fíkjur og sumir aðrir þurrkaðir ávextir innihalda svolítið af kalki. Fiskur sem eru með bein sem maður borðar eins og sardínur, dökkgrænt grænmeti, baunir, hnetur og fræ innihalda kalk. Og jóð er mikið í fiski en fólk sem sleppir alveg bæði fiski og mjólk gæti þurft hreinlega að taka jóð bætiefni. Fiskur og fuglakjöt kemur út sem bólguhemjandi og kannski sérstaklega svona feitur fiskur eins og lax, silungur og slíkur fiskur. Embætti landlæknis mælir með 2 til 3 fiskimáltíðum á viku og þess vegna gott að það sé stundum boðið upp á fisk í mötuneytinu í skólum og leikskólum og vinnustöðum og svo borði fólk þetta líka eitthvað heima. En fiskur er fyrir utan að gefa jóð, góður próteingjafi og feitur fiskur eins og lax og silungur og fleiri slíkar tegundir er líka auðugur af D-vitamíni og omega-3 fitusýrum. Og það er kannski svona í gegnum omega-3 fitusýrurnar og reyndar aðra þætti í fisknum sem þessi bólguhemjandi áhrif koma fram. Svo er til skýrsla nýleg frá hópi sem kallar sig EAT-hópurinn og hann skoðaði hvernig matræði jarðarbúa þyrfti að vera til þess að brauðfæða í raun og veru alla jarðarbúa og til þess að skaða umhverfið sem minnst með matvælaframleiðslu og matvælaiðnaði. Og þessi skýrsla komst að þeirri niðurstöðu að það væri æskilegt að borða fisk að hámarki 1 sinni í viku og fuglakjöt að hámarki 1 sinni í viku og að restin væri raun og veru jurtafæði. En hér á Íslandi þar sem við höfum mjög gott aðgengi að fiski, kannski getum við alveg borðað meira af fiski heldur en í öðrum löndum þar sem er erfitt að nálgast góðan fisk. En hvað með kjöt og þá sérstaklega kannski þetta rauða kjöt, nautakjöt, lambakjöt, svínakjöt og hrossakjöt? Embætti landlæknis mælir með því að neysla á rauðu kjöti sé takmörkuð við svona 2 máltíðir á viku. Krabbameinsrannsóknastofnanir hafa mælt með því að þetta séu svona hámarki 1 til 2 máltíðir á viku af rauðu kjöti og EAT-hópurinn sem skoðaði umhverfisáhrifin lagði til að þetta væri hámarki svona hálf máltíð á viku. Rauða kjötið, nautakjötið, lambakjötið, svínakjötið og hrossakjötið og við þekkjum auðvitað kannski mörg þessa umræðu að það þurfi að ganga svo mikið á umhverfið til þess að dýrin ná að verða eins stór og þau verða og svo borðum við kjötið af þeim og þá er rosa mikið af hráefnum og vatni og slíku búið að fara í þessa framleiðslu. En bæði landlæknisembættið og World Cancer Research Fund í raun og veru komast að þeirri niðurstöðu út frá sínum rannsóknum og sinni greiningu svolítið svipað og með mjólkina að hófleg neysla á óunnu mögru kjöti geti verið hluti af fjölbreyttu mataræði og í kjöti eru mikilvæg næringarefni á borð við prótein, járn og önnur steinefni en það sé líka algjörlega allt í lagi að sleppa kjöti. Og þá þurfum við bara að huga vel að fæðuvali, að fá próteinið og járnið og fleiri efni úr öðrum mat. Og þetta rauða kjöt var svona mjög vægt tengt meiri bólgum, en svona alveg á mörkum þess að vera nokkuð. Unnar kjötvörur hins vegar voru afskaplega bólgumyndandi. Og unnar kjötvörur eru yfirleitt rautt kjöt
sem reykt, saltað eða rotvarið með nítrati eða nítrati eða nítríti, afsakið. Þetta eru vörur eins og pepperoni, spægipylsa, skinka, beikon, pylsur, bjúgur, hangikjöt, saltkjöt og kjötfars. Og þar eru sterkar vísbendingar það að þetta séu mjög bólgumyndandi matvæli og ef maður horfir bara á krabbameininn og sérstaklega ristilkrabbamein, þá eru mjög sterkar vísbendingar það að það sé tengsl milli neyslu á unnum kjötvörum og auknum líkum á ristilkrabbameini og það sé í raun og veru svona engin örugg neysla á unnum kjötvörum. Það sé ekki sem sagt hægt að segja það að borða bara smámagn af unnum kjötvörum sé í lagi og ekki krabbameinsvaldandi því í þessum matvörum sem sagt eru í raun og veru krabbameinsmyndandi efni. Þannig að það er svona mælt með því að halda neyslu á unnum kjötvörum í miklu hófi. Fínunnar kornvörur, bara eins og franskbrauð og hvítt pasta og slíkar vörur, eru bólgumyndandi en heilkornavörur aftur á móti bólguhemjandi og þetta getur hljómað skringilega og gerir það eflaust. En ef maður skoðar hver er munurinn á þessum vörum þá kannski skýrist það á einhverju leyti. Hérna á skýringamyndinni sem þið sjáið til vinstri, þá sér maður það hvernig búið er að fjarlægja bæði ytra í raun og veru klíðið af hveitikorninu og líka í raun og veru næringarforðan, þetta sem kallast þarna germ eða kím, inni í hveitikorninu þegar fínunnar kornvörur eru búnar til. Þannig að þarna er maður búinn að fjarlægja megnið af trefjunum og megnið af næringarefnunum. Það sem gerist þá er að blóðsykur hækkar miklu hraðar eins og þið sjáið þarna á línuritinu. Þar sjáum við sem sagt blóðsykurshækkun eftir neyslu á fínunum kornvörum sem er rauða línan og heilkornavörum sem er bláa línan. Og svona endurteknar miklar blóðsykurssveiflur eru áreiti á líkamann og geta virkað bólgumyndandi. Þannig að landlæknisembættið mælir með því að fólk borði að minnsta kosti 2 skammta á dag af heilkornavörum. Því heilkorn innihalda mjög mikið af trefjum og öðrum næringarefnum. Og heilkornavörur er oft hægt að finna með því að leita skráargatinu á umbúðum eða þessu veldu heilkornmerki. En þetta geta verið bara eins og heilhveiti, rúgur og bygg og hafrar og maís, sem sagt bæði heilkorn eða malað, bara eins og heilhveiti. Ýmsar tegundir af brauðum eru heilkornavörur, til dæmis rúgbrauð og heilhveitibrauð og heilkornaflatkökur og hrekkbrauð. Og þá er bara mikilvægt að skoða umbúðirnar vel og reyna að átta sig á hvort þetta sé í raun og veru heilkornavörur eða ekki. Ýmsar tegundir af grautum eins og hafragrautur og bygggrautur eru heilkornavörur. Svo er til heilhveiti pasta og heilhveiti lasagneplötur og alls konar slíkar vörur. Hýðis, hrísgrjón og heilkornabúlgur eru heilkornavörur og ákveðnar tegundir af músli og morgunkorni. Þó að þær séu kannski svona í minni hluta heilkorna, sem sagt músli og morgunkorn. En það er allavega hægt að velja heilkorn ef maður svona svolítið leggur sig eftir því að finna þessar vörur. Viðbættur sykur og sérstaklega sykraðir drykkir eru bólgumyndandi og ég ætla ekki að fara mörgum orðum það en bendi kannski á þessa síðu sykurmagn.is sem að embætti landlæknis heldur úti og sýnir sykur í ýmsum drykkjum og vörum. Og sumt kannski kemur manni svolítið á óvart. Viðbættur sykur eru þetta líka í ýmsu brauðum og ýmsu slíku en oft þá í kannski hverfandi magni. En það er líka bara gott að hafa þetta í huga. Smjör og sumar grænmetsolíur og
svona matvæli sem eru steikt upp úr smjöri eða grænmetsolíum, steikt fiturík matvæli eins og franskar kartöflur og djúpsteiktur matur eru bólgumyndandi. Það hefur oft verið spurt hvers konar olíu maður þá að nota og til dæmis ólífuolía ekki bólgumyndandi, heldur bólguhemjandi, þannig að ólífuolía ætti að vera algjörlega góð. En svo eru líka aðrar olíur sem óhætt að nota, repjuolía og alls konar aðrar olíur. Með olíur þá gildir bara svolítið að reyna að velja góða olíu sem hefur verið unnin á góðan hátt og nota hana rétt, ekki vera að nota extra virgin ólífuolíu til dæmis til að steikja við háan hita, heldur nota þá hitaþolnari olíu. Þannig að maður þarf aðeins svona að læra inn á olíurnar, en það hægt að velja skrárgatsmerktar olíur líka þegar maður að skoða það og auðvitað ekkert hættulegt við það að nota endrum og eins smjör til að steikja upp úr eða eitthvað slíkt og það gildir þetta allt saman að reyna að fylgja þessu eins og manni hentar, en þetta alls ekki neitt strangt matræði sem verður að boða. Harvard School of Public Health tók svona saman fyrir nokkrum árum Foods That Fight Inflammation og eins og þið sjáið á þessu spjaldi þá þetta svolítið bara í góðu samræmi við þessa grein sem ég hef mest byggt á og þarna eru þessi grænmeti og ávextir og hnetur, ólífuolían, feiti fiskurinn sem svona anti-inflammation food eða bólguhemjandi foods og þið sjáið að þetta eru líka sömu matvörur og ég hef núna talað sem bólgumyndandi matvörur þarna fyrir neðan. Og þetta spjald hægt að finna bara með því að googla Foods That Fight Inflammation. En eins og ég sagði þá þarf ekki að borða tómata á hverjum einasta degi eða brokkoli á hverjum einasta degi eða eitthvað slíkt til þess að ná fram þessum bólguhemjandi áhrifum. Þetta snýst allt heildarmataræðið og kannski raun og veru heildarlífstílinn ef út í það farið. Miðjarðarhafsmataræðið svona mataræði sem kemur yfirleitt mjög vel út í rannsóknum sem bólguhemjandi mataræði og sem hefur tengsl minni líkur á ýmsum sjúkdómum. Og þetta samt ekkert út af því að nákvæmlega þessi matvæli sem flokkast eða teljast til miðjarðarhafsmatræðisins séu að maður verði að borða nákvæmlega þau. Því að eins og til dæmis heilbrigt og norrænt matræði kemur líka mjög vel út og alveg svona sambærilegt og miðjarðarhafsmatræðið í rannsóknum. Og nú mikið verið að rannsaka þetta og þetta bara einmitt heilbrigðar matvörur sem hægt að fá á Norðurlöndunum. Gulrætur og rótargrænmeti, epli og perur, laxinn okkar og heilkornavörurnar og slíkar matvörur. Þannig að þetta snýst bara heildina en ekki einstaka matvörur. Þannig að það algjörlega hægt að fylgja ráðleggingum embættis landlæknis mataræði, að borða ávexti og mikið af grænmeti, heilkorn 2 á dag, fisk 2 til 3 í viku, fituminni og hreinar mjólkurvörur, kjöt í hófi og takmark og unnar kjötvörur, mýkri og hollari fitu, nota ólífuolíuna, nota gæðaolíur, minna salt, minni viðbættan sykur og að taka D-vitamin eða lýsi. Mikilvægt að byrja á því núna því að sólin komin svo lágt að við myndum ekkert D-vitamin þó að hún sé svo sem að skína á okkur. Og þetta bara aftur það sama að uppistaðan í matræðinu séu lítið unnin matvæli úr jurtaríkinu sem eru rík af næringarefnum frá náttúrunnar hendi. Þetta flókin mynd og ekkert horfa á hana. Mig langaði bara til þess að sýna ykkur að rannsóknir hafa sýnt að það sé verra að fá ekki nóg af hollum mat heldur en að borða of mikið af óhollum mat. Þannig að þetta kannski vona ég að sé hvatning til þess að ef maður ætlar að gera breytingar að byrja þá bara á því að
borða meira grænmeti, borða meira ávexti, drekka meira vatn og vonandi fylgir þá með því að við borðum minna af óhollari mat. Og þetta eru ráð sem talið að flest fólk á Norðurlöndum í raun og veru ætti að tileinka sér. Borða meira af grænmeti, belgjurtum, ávöxtum og berjum, fiski, hnetum og fræjum. Gera ákveðin skipta fínunum kornvörum út fyrir heilkornavörur, skipta smjöri út fyrir góðar jurtaoljur og skipta fituríkum mjólkurvörum út fyrir fituminni vörur. Og þetta reyndar með mjólkurvörurnar, fituríkar og ekki eitthvað sem verið að skoða talsvert mikið núna hvort þessi ráðlegging eigi rétt á sér. En enn sem komið bendir flest til þess. Og svo takmarka unnar kjötvörur, rautt kjöt, matvörur og drykki með viðbættum sykri, salt og áfengi. Og það leiðir okkur inn í svona kannski út úr matræðinu aðeins og inn í aðra þætti því að áfengi líka bólgumyndandi. Auk þess sem áfengi tengist krabbameinum, að minnsta kosti í 7 stöðum líkamans, öllum meltingarveginum í raun og veru og brjóstum. Og ég bara spyr mig, eru þessi stóru vínglös og þessi mikla drykkja sem tengist kannski oft svona sósíal aðstæðum, hún kannski tímaskekkja? Ættum við kannski bara að vera að minnka áfengisdrykkjuna verulega til þess að hugsa betur heilsuna. Þetta þekkjum við þetta mjög vel að reykingar og tóbaksnotkun auka líkur á krabbameinum og eru bólgumyndandi. En fyrir utan bólguna þá eru þetta bæði áfengi og tóbak innihalda bara beinlínis krabbameinsmyndandi efni. Ofþyngd og offita eru bólgumyndandi aðstæður í líkamanum og tengjast krabbameinum. Og þessa mynd tók ég á Vísindavöku í fyrra og þetta byggt á rannsóknum að matardiskar okkar hafa stækkað og stækkun 15% milli kynslóða. Og það líka vitað og rannsóknir sýna að við borðum meiri mat af stærri diskum. Og eykst matarþörfin okkar 15% milli kynslóða? Ég veit það ekki, en þetta allavega eitthvað sem við getum hugsað kannski, og ég veit að sumir sem eru að kaupa sér bara í búið ákveða að kaupa ekki stærstu diskana í IKEA, heldur finna aðeins minni diska og nota þá, gera þetta svona meðvitað til þess að reyna að halda skammtastærðunum í hófi. Hreyfing bólguhemjandi og í raun og veru gildra því meiri hreyfing því betri. Og hérna sjáið þið mynd úr Mottumars í ár sem var einmitt tileinkuð hreyfingu og vitundarvakningu það að hreyfing minnkar líkur á krabbameinum. Og hreyfing þarf auðvitað ekki öfgafull til þess að gera sitt gagn. Það getur verið bara í raun og veru sú hreyfing sem kemur hjartanu til þess að slá hraðar og hún gerir gagn. Nú svo mikið að tala einstaklingsbundnar smitvarnir í þjóðfélaginu, að þvo hendur reglulega, halda 2 metra fjarlægð og svo framvegis. Þannig að mig langaði til að tala einstaklingsbundnar krabbameinsforvarnir. En þessi ráð sem þið sjáið hér, þau minnka líkur á krabbameinum 30–50%. Og þetta eru auðvitað ráð sem að ég hef talað núna áður í þessum fyrirlestri, að forðast reyk og tóbak, sporna við þyngdaraukningu, sleppa áfengi, hreyfa okkur daglega, borða hollt og fjölbreytt, til dæmis fylgja svona bólguhemjandi mataræði. Og svo aðrir þættir sem ég hef ekki talað hingað til, sem eru að vernda húðina fyrir sólinni og sleppa því auðvitað að fara í ljósabekki. Brjóstagjöf góð og dregur úr líkum á brjóstakrabbameini.
Þiggja HPV-bólusetningu og hvetja stúlkurnar okkar til þess. Þiggja boð í krabbameinsskimun þegar við fáum boð í hana og að fylgjast með líkama okkar á líðan og bregðast við ef það eitthvað sem bendir til þess að það sé nú ekki allt eins og það ætti að vera. Og það mjög mikilvægt til þess að ef eitthvað að gerast að krabbamein greinist þá eins snemma og hægt . Þannig að þá bara þakka ég fyrir mig. Ég vona að hafið haft eitthvað gagn af þessum fyrirlestri og bara hvet ykkur til þess að borða hollt og fjölbreytt. Bleika slaufan árið 2020 tileinkuð krabbameinsrannsóknum og slagorðinu saman vinnum við að framförum og þið getið þetta gert ykkar bara með því að hreinlega borða hollt, hreyfa ykkur, sleppa áfengi, sleppa því að reykja og svo framvegis og lifa heilbrigðum lífsstíl. Þá minni líkur á að þá bara hámarkið þið líkurnar ykkar á því að lifa heilsusamlegu lífi og vera heilbrigð. Og ég óska ykkur alls hins besta og þakka fyrir mig. Verið sæl.